Já, velkomin að Rauðaborðinu á Samstöðinni. Klukkan 8. Hérna voru sagði fréttir einu sinni en við erum með þær í hléi. Það sem svona óljóst hvort að Samstöðin fái fjölmiðlastyrk eins og aðri fjölmiðlar. Eiginlega eins og málið hefur verið kynnt að þá verður það ekki. En ég veit ekki hvort að við að taka sens á því að ríkisstjórnin muni breyta stefnu sinni. Að allir fjölmiðlar sem hafa fengið styrkinga til að fá það áfram nema Samstöðin af því að þeir uppfylla ekki skilyrði sem er búið að setja inn í reglunar. En svo þess að ekki sagði hérna frétti, þá var eitt fréttamaður hérna, Sigurjón Magnús. Já, góða kvöldið. Herðu, það alls konar í fréttum náttúrulega. Já. Svolítið stórar fréttir í heiminum. En það var skotið inn einn í skoðanakönnun. Já, það sem að staðfesti það að miðflokkurinn ennþá í siglingu, komin upp í 22%. Samfylkingin í 27%, það nú ekki verið minni munur þarna á milli. Hún lækkar flugið. Það svona aðeins. Já. Svo það kannski þykir eitthvað frétt að flokkur númer 3 í rauðinni. Já. Það Viðreisn. Sjálfstæðisflokkurinn með 13,5. Já. Ég veit ekki hvað maður þarf að fara langt aftur. Ég meina konunina í aðdraganda síðustu kosninga að þá fór sjálfstæðisflokkurinn alveg niður í 13,3 og 13,4 hjá mannskipum. Við vorum ekkert að gantast með það hvort að sjálfstæðisflokkurinn færi niður fyrir fylgi Davís í forsetakosningum 13,9 með 13,7. Það 13,7. Já, þannig að þeir eru konir undir það núna og hafa gert áður segru. Það var í aðdraganda síðustu kosninga. Já. Svo þegar fór að líða kosningum að þá til dæmis í kosningunum þegar að sjálfstæðisflokkurinn var að mælast 13,3 og 13,4 að þá var miðflokkurinn í 19,4 og 19,9. Þannig að þetta ekki nýtt. Þannig að síðan kom að kosningunum að þá reis sjálfstæðisflokkurinn upp og miðflokkurinn fór niður. Já. Ég hef svona haldið fram að þegar svona alvaran kemur og fólk fyrir að nálgast kjörklefana þá miðflokkurinn kannski ekki alveg svona. Nei, en það samt að gerast eins og Helgi Ás Grétarsson sem var að borgarfulltrúi fyrir sjálfstæðisflokkinn. Hann genginn úr sjálfstæðisflokknum yfir í miðflokkinn. Það náttúrulega var leiðtogakjör sem ekki varð og síðan á að raða í næstu sæti og líklega hann búinn að hitta þá sem að raða og hann veit að hann mun ekki verða stilt upp. Já. Sigurður Andersen fekk ekki brautagengi fyrir þessu þingkosningar og var felld í prófkjörinu þar áður. Hún fór yfir í miðflokkinn. Jakob Frímann, Inga Sæland tenti honum út úr stilt honum ekki upp. Þannig þá fór hann í miðflokkinn. Þannig að þetta myndi sér svona Scrap United. Ég myndi halda að Helgi Ás væri þannig dæmi að ég held að Hildur sé ekki að hitta kjörnefndina eða hvað þetta heitir sem á að velja á listan og segja Helgi Ás minn maður, ég held ekki. Helgi Ás held ég að sé að veri frekar svona óþægilegur ljár í hennar þúfu. Já, ég var í matvöruverslun í seinnipartinn í gær og þar var Helgi Ás Grétarsson. Ég var að vinda með honum og reyna að taka viðtal við hann þetta. Hann var að koma hérna á morgun. Þannig hann verður annað kvöld. Það spjalla við hann. Já. Herðu, síðan kemur Framsóknarflokkurinn, hann með 7,1, hann hefur séð það svartara, hann líka séð það bjartara. En flokkur fólksins komin í 4,3%. Já, hann bara komin alveg niður með smáflokkunum. Já, svo koma þeir allir bara Sjálfstæðisflokkurinn, Píratarnir og VG, allir í kringu 4%, sem bara með því mesta sem að þeir hafa mælst með, þannig að samanlagt þessi flokkar sem eru utan fylgis eru með 11,9 sem helvít sem slatti það séu 12% utan þetta valda svona einhverjum skekkju í lýðræðinu að sé svona margir sem ekki eru með fulltrúa á þingi. En svo ég eftir að sjá það nú ýmislegt eftir að gerast nú næsta náttúrulega sveitarstjórnarkosningarnar Þetta 8. hver maður sem ekki með sem ekki með það svolítið mikið og við tilheyrum þeim hópi. Það engin fulltrúi minn á þingi. Nei. Herðu síðan veit ekki hvaða það sumi flokkar eru svolítið í fréttunum. Samfylkingin búin að vera mikið í fréttunum. Virðist ekki skila sér í fylgi þar. Nei. Það gerist líka stundum ef flokkar er mikið í fréttunum að þeir missi
fylgi. Já, hitt er oftar að Já. bara til dæmis eins og við þekkjum í kringum landsfundi og svona. Já, Ég held til dæmis að síðast landsfundur Sjálfstæðisflokksins hafi skilað svona 3% uppsveiflu já, sem að hefur síðan fjarað niður. já, en það er hérna sko af þessum flokkur sem það er eiginlega bara miðflokkurinn sem í sókn og Viðreisn. Já, svo náttúrulega samfélkingin í sókn, sko. Hún fengur 20% fyrir árið síðan. Var að mælast 27, er leiða ríkisstjórn. Ég held að sko, samfélkingin hlýtur að vera spring og monti, sko. Já, getur bara vel við unnat. Já, ég er bara, þetta er fáheyrt, sko. Bara ekki bara á Íslandi, heldur bara í Evrópu, sko. Já. Að hérna flokkur sem leiði ríkisstjórn sé að bæta við sig í skólanum. Jú, þú segir þetta, já. Og Viðreisn getur unnað þessu ágætlega við sitt, þau eru bara við kjörfylgið. Flokkur fólksins lítur að glóra sig höstum. Já, en það er líka, sko, Viðreisn er bara með mjög erfið ráðuneyti þegar, sko, þeir eru með fjármálaráðuneytið. Það sem að engi peninga til. Já, og ykkur álögur eru að hækka á þetta og svo erum við atvinnuvegaráðuneytið, dómsmálaráðuneytið og utanríkisráðuneytið. Þetta er bara, sko, virkilega, sko, þarna getur blásið sko. Já, en heldur að Þorgerður Katrín bara græði ekki að sumuleyti á hérna þessum utanríkismálum? Jú, eftir hvernig hún tala og hvað hún gerir. Hún er að reyna að spila eitthvað þannig að hún sé að gæta hagsmuni Íslands og þetta sé ofvegli tímar og sumuleyti hljómar þetta svona eins og við höfum að fylgja okkur undir flaggið, eins og sagt er. Já. Þannig ég myndi halda að það er engin svona hörð átök í utanríkismálum, því miður. Ég held að þetta með miklu meiri svona valkosti, það er alltaf látið eins og þetta sé gefið hvert við höfum að fara. Heyrðu, en fyrst að við erum nú farin að tala á þennan veg, sko, þarna Þorgerði Katrínu, þá erum við að skella okkur til Svíþjóðar. Já, sem að, það er kannski málið að auki fylgið út af sinnanar. Já, getur ekki verið, nei. Það er engin annar flokkur sem að skaffar landsliðsmann. Nei. Og það er alveg svona bara beint, sko. Það var náttúrulega annar af kannski einn af 3 mönnum Lexis í gær. Já. Það er eiginlega eini sem að gerði eitthvað í sókninni. Ég bara tók upp sig eitthvað gamall mein í taugakerfinu á mér hann í seinni hálfleik, sko. Ég bara hugsaði, hvað á maður að fara að horfa á þetta aftur. En þeir voru segir. Alveg. En Viktor Gísli markinu. Já. Og Gísli Þorgeir. Já. Og svo náttúrulega Sónur Óla Steff sem kom inn og bjargaði vörninni. Já. Sem var tveir farnir, sko. Af þessum hörðu... Sem við erum búin að hlusta á að séu algjöri líkilmenni í vörninni, við erum báði farnir. Já. Og þá eru bara eftir, sko... Og henni vörnin klikkaði ekki. Það var sóknin sem að... Því að, ég minna, miðað við hvernig Viktor Gísli varði, þá hefðu átt að vinna þetta, sko, með 7 mörkum, sko. Já. Þá var kannski dómarinn tók af okkur 3. Já, það var hins vegar, sko... Þeir voru okkur erfiðir. Já, en sóknin var, stundum er okkur sagt, alveg eins og þessi 2 séu líkilandmenn í vörðinni, að við sem er besta sóknarlið. Já. En Ómar Ingi hefur ekki náðu sér áskriði. Nei, hvað? Það er engin takmörku ógn af honum banda, sko. Það bara er eitthvað sem að... Það var spekingan voru að segja að hann hafi, sko, þyrfti að verði hnykkjara. Af því að hann horfði alltaf, sko, svona þegar fekk boltan. Hann horfði aldrei á marki, sko. Það væri bara ekki... Kannski líka það að vera ónið fyrirliðilegst eitthvað á hann, kannski, ég veit það ekki. Meira ábyrgð. Og bara gera einhvern annan að fyrirliða. Það er betra að hafa hann í stöði heldur en þessi fyrirliði, sko. Já, ég er alveg sammálaðir. En mér finnst aftur hérna Gísli Þorgeir að leikstíllinn hans er mjög sérstakur. Og það er greinlega mjög erfitt fyrir þess að menn sem eru höfðun hærri en hann að stoppa hann. Hann skoraði 7 mörk. Já. Hann átti 3 stóðsettingar sem að einhverja hangveldur að býta það, hann lítur á að fleiri. Já, ég held að hann náði 3 víti. Já. Þannig þú ert með 7, og hann tekur ekki vítin, sko. Nei. Þannig þú ert með 7 mörk, 3 víti, 3 stóðsettingar að lágmarki, hann er komið 13 mörk. Það er eiginlega bara miklu meira en helmingun af því sem gerist í sókninni. Já. Mörkin sem koma er bara frá honum. Já. Hann var mjög góður. Já. Alveg mjög góður. Og þessi, þegar hann er svo óvenjulegur anballamann, ofboðslega snöggur og ógnandi. Það er gaman að róta. Svona, hvað heitir þetta? Hnóð.
Þannig að hnoða sig svona í gegnum vörðina. Já, stingu sér meira, sko. Hann svona... Já, heyrðu. Það var enginn sem stökk upp og skaut. Heyrðu, Trump, hann stökk upp og skaut, bæði í gær og í dag. Já. Það var með einhverja endalausar ræðu sem ég bara gafst upp á í gær. Já. Það sem að var að halda upp á það, hann verið búin að vera 1 ár í embætti. Og það eru bara versnast ræðuna, sko. Þetta bara... Maður hugsa betur, hvar í bara mangisúðinni hefur þetta verið, svona? Þetta Og það sem að menna að koma með að leiðtúar Norður Kóru er oft svona. Þeir þykjast hafa unnið öll í frjálsíþróttamót og fundið allt upp, hann að geimflugurnar og svona, hann er eiginlega þar. Þykist hafa gert þetta allt saman sjálfur. Og hvað hét hann, pabbi þessi nú er? Hann átti að hafa, sko, einu sinni farið í golf, spila 18 hólur, 12 sinnum hól í höggi og þetta er svona bull frá þeim, sko. 12 sinnum hól í höggi? Já, af 18. Já. Er það svona rosalega góður í... Golfi? Á þess að nokkuð tíma að spila það, já. Og svo... Kim Jong-il. Já. Og svona... En Trump er víst, hann er alltaf samt að mann sér bestur. Hann er þetta rákjöldur í golfur. Já, hann láta allir að vinna. Láta allir að vinna. Já. Þú fara að spila við hann og bara valta yfir hann? Nei, já, sko... Nei, það sást í sjónvarpinu þegar hann var að spila golf og týndi boltanum og þegar aðstofmann sendi bolt og svo þeir búin að finna hann. Ég held að sé þannig, sko. Já. Það sé svona eins og, hann er svo mikið badd, sko. Það er badn vinna, sko. Ég held að það sé þannig. En hann er á hættulegum stað fyrir að vera með þessa bernsku. Já, þetta er bara... Og móðguna kynni. Svakalegt ástand. Við ætlum að hafa ýmislegt í þættinu í kvöld. Aftast í þættinu þá ætlum við að fjalla um leikrit sem að þú komst reyndar með mér á það. Þetta er Bústaðurinn sem að Þór Tulinius, hann semur þetta og leikur í þessu. Hann kemur og Þórunn Lárusdóttir sem að leikur konu hans í leikritinu og Ásgeir Ásgeirsson sem að semur músíkina. Við ætlum að koma hingað og við ætlum að spjalla um þennan svona kall sem er nú ekki á góðum stað. Nei. Lætur allt fara í taugarnar á sér og breytingar sem er að verða í samfélaginu. Það við um það. Já, þeir eru orðnir nokkrir maður. Georg Bjarnfreðarsson og hérna... Einhver sagði að þetta var eiginlega eini maður sem var hægt að gera grín af í dag væri miðaldra kall. Já. Það er svona verða þeir oft. Já. Og þeir eru líka, sko, með það sterkar stöðu, það má skjóta á þá. Það má, það er þú átt að sparka upp fyrir þig eins og sagt þess. Mátti ekki sparka niður fyrir þig. Þú ætlar að vera að tala um svefnlyf og gamalt fólk? Já, ég ætla að gera það. Anna Almarsdóttir heitir kona sem er lyfjafræðingur og prófessor við Kaupmannahafnarháskóla. Hún kemur og ræðum við það því að hún er búin að gera könnun og með henni kemur Drífa Sigfúsdóttir sem hefur verið mjög ötul í starfi eldri borgara. Er framsókna kona úr Keflavík, en hún er sem sagt... Hún var varaforma Landssambands eldri borgara meðan að Helgi Pétursson til dæmis heitin var formaður. Hún er ekki Drífa Sig í fyrsta seti? Nei. Það var önnur. Já, þetta er Drífa Sigfúsdóttir. Hún gæti notað þetta slagur sem að þótti hefði gott. Drífa Sig í fyrsta seti. Já. Og svo Vanda Sig líka. Já, Vanda Sig. Já, en hérna, það er hérna, ég er búin að lesa við til, náttúrulega. Og þetta er alveg ótrúlegt, sko. Við erum að taka 6 sinnum meira af svefnlyfjum heldur en Danir. 6 sinnum meira og sem er alveg ævintýralegt því að svo að hún eftir sem að ég les að þá er hún að segja það að sko áhrif svefnlyfjana hætta virka eftir að búin að taka í ákveðin tíma. Og svo að halda því áfram er bara alveg gali, sko. Það er bara svipað og svona lyf að líkaminn venst við þeim og þú þarft alltaf stærri skammt til að fá sömu áhrif. Svo sljókar þetta fólk, það er hættulegt í umferðinu, það er hættulegt við það, sko. Af því að og tala nú um ef að fólk er að drekka áfengi ofan í þetta. Þannig að þetta er alvöru mál og ég man til dæmis að 6 sinnum meira heldur en Danir og 3,5 sinnum meira heldur en Norðmenn til dæmis, þannig að við erum á vondu stað. Að við erum að taka alltaf mikið af lyfjum
án þess Eins og í þessu líka. Það á við alls konar önnu lyf, ADHD-lyf og náttúrulega frægt að við tökum miklu meira af svona pensilíni heldur en nokkur önnu þjóð. Já. En þetta gerir til þess með eldra fólk að það sem sagt fellur ofta dettur og slasa sig og meiðist og svo það líka þegar það gerist og eldri borgari dettur að því að áhrifin af lyfjunum eru of mikil að fer þá á sjúkrahús og þar bara byrjar hrörnun, algjör og þetta kostar fólki mjög mikið í líkamlega, andlega. Þannig að, þetta bara, ég skora á fólk sem er bæði koma að minn aldur eða á fólk sem á eftir eldast. Á foreldra sem eru hugsanlega í þessu. Við þekkjum þetta frá móður okkar að það var mikið mála reyna að raða saman þessum lyfjum, þannig að þau væri ekki til skaða. Það er náttúrulega, margt óþekkt í þessu, hvernig mismunandi lyf virka saman og svona, þannig að það er margar hættur í þessu. Einhvern tíma spurði ég Hrafnistu að því, hvað er ekki að gera eitthvað þannig að þið vitið, það er til mottur, ef stíð á þær, þá hringi bjallan. Já, getur við ekki fengið hann svoleiðis? Nei, við eigum ekkert svoleiðis, en það er búið að finna þetta upp, en það var ekki til. Nei. Herðu, það er miðvikudagur og það var Trump-tíminn hjá okkur. Ég fæði Friðjón Ari Friðjónsson sem er komið inn oft, borgarfulltrúi. Hann var nú eitthvað að segja það í dag, hann var eiginlega alveg búinn að fá nóg af bandarísku stjórnmálum. Hann var að taka sér pása. Hann kemur hérna og Brynja Elísabet Halldórsdóttir sem er dósent, kemur líka. Og Bryndís Ísfold Hlöðversdóttir. Þau eru öll velkunn bandarísku stjórnmálum og það er náttúrulega nóg að tala alltaf í sambandi við hann. Það er náttúrulega þess að ræða sem að vera mikið og svo varum við ræðu á Davos í dag og hann ætlar að taka Grænland og ruglast á Grænland og Íslandi og hann er að hóta því að setja herliða í Minnesota og margt að gera þjó kallinum. Hann á bara slétt 3 ár eftir í embætti. Það er bara 1 ár af 4 búið. 4 búin, hugsið ykkur. Það getur margt breyst kannski ef það verður kosið, eins og hann segir, ef það verður kosið í vor. Nei, í haust, þá geta hann mist meirihlutann í þinginu. Herðu, þú ætlar að tala velsældarhagkerfið. Já. Þá koma til þín Kristín Vala. Já, og Ásgeir Brynjar. Þau eru, Kristín Vala er svona búin að, þetta eru svona alþjóða samtök, eða fjölþjóða skulum við segja, sem að hún er búin að vera með í þessu í nokkur ár. Og hann er sem sagt að við mælum hagvöxt en ekki hagsæld. Það er ekki Katrín Jakobsdóttir að breyta þessu og að mæla alls konar hluti. Velsældarhagkerfið. Jú, eitthvað hefur nú komið þessu, en þetta er nú samt þannig að það er núna bara 29. janúar. Þá verður Íslands til þessara samtaka stofnuð í Norrænhúsinu og þarna er fólk sem er bara... Þeir mæla velsæld með ykkur öðrum penningum. Já, ekki, hagvöxtur neitt, því að hann reyður alltaf eitthvað frá sér, Það fleira getur skipt máli heldur en... Góðu svefn, það þjóðast að tala svefn. Já. Nei, þetta er nokkuð síðan að í þessum hópi líka Þuríður Davíðsdóttir og fyrir löngu síðan tók ég viðtal við hana þegar ég var með Sprengisand og þá sagði hún eitt til dæmis að það sem maðurinn er ekki, bara náttúran, dýr og náttúran, það er ekki öskuhaugar. Það er ekki öskuhaugar, nei. Nei, það er bara allt nýtt. Eða svo er bara rottnar í skóabotninum. Það er náttúrulega nýtt líka. En svo komum við... Þetta er glöggt fólk sem út að fara að... Já, mjög. Og ég hlakka til að tala um þér. Ég ætla að tala aðeins um vinstri. Það var samþykkt á fundi VG að ganga til samstarfs við Vor til vinstri sem er hópur sem að Sanna Magdalena leiðir og þau ætla að fá til mín Sönnu Magdalenu og Rakel Hildardóttir sem hefur verið að vinna með henni og svo komaði úr VG Rósa Björk Brynjólfsdóttir og Steinar Harðarsson og við ætlum að, ég ætla að spyrja þau hvaða erindi þau eiga í borgarstjórnarkosningar og hvaða svona áherslur þessi hópur ætla að leggja. Þannig að við erum að fjalla um borgarstjórnarkosningarnar. Eins og við hefur verið að gera svolítið undanferðið. Þið vant fólk sem nefnir hana. Já, þetta verið áhugavert samtal.
Það hérna mörg hlaðborð sem við erum að bjóða upp á í kvöld, þar sem við erum að tala við marga leiklist, Trump og svefnlyf og velsældarhagkerfi og vinstrið. Veit ekki hvað allir séu margir gestir sem að koma til ykkur í kvöld. Það einhver Svo bústaðurinn. Bústaðurinn, það er hellinga gestum, það eru 3 og svo eru 2 og það eru 5 og það eru 8 og það er 9 og 10 og það eru 14 gestir sem koma til okkur í kvöld. Þannig við verðum að vera þagna til að hleypa gestunum að. Já, endilega. Það er aðalatrið. Ég ætla að minna á að samstöðin bara gengur vegna þess að það er fólk sem er að horfa á okkur sem að vil hjálpa okkur að halda samstöðinni úti og það hefur gerst áskrifundur og ef að þú vilt taka þátt í því að tryggja framgang samstöðunar, þá getur þú gerst áskrifandi með því að fara inn á samstöðu.is, það er hneppur sem ástendur áskrift. Það kostar 2.750 krónur að borga grunna áskriftina. Þú mátt borga mér vilt og þeir sem að kjósi geta látið áskriftina að renna sig félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það er einmitt alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði þessa fólks. Hér ætlum að skjóta inn smá auglýsingum og svo ætlum við að tala vinstrið í Reykjavík. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef að það er ekki gleði, þá vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Fatamarkaður Vorstjörnunnar að Bólholti 6. Öðruvísi, skemmtilegur og ódýr fatamarkaður. Þar sem að það er ekki bara föt heldur allskins munir og svo er alltaf heitt á könnunni. Komið fagnandi. Opið frá 1 til 4 alla laugardaga og sunnudaga, fatamarkaður Vorstjörnunnar. Þú ert að hlusta á samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.